kemur í minn hlut að fá að bjóða ykkur velkomin. Ég er í kirkjuna í dag, hjartanlega velkomin og gott að sjá ykkur. Við erum með ýmis prógram hérna í kirkjunni eins og við höfum þetta tilgreint hérna stöðulega búðin okkar sem er hér á þriðjudögum og fimmtudögum. Frá 2 til 6 og bænastund hér alltaf á þriðjudögum líka, það er klukkan 12. Súpustofan aftur á þriðjudögum, það er margt að gerast á þriðjudögum, það er aðaldagurinn hjá okkur. Svo að súpustofan hérna klukkan 6. Það var gríðarlega mikill fjöldi hér síðast í súpustofinni, það var mjög ánægjulegt og margt að gerast líka í búðinni, svo að það er bara líf og fjör endilega að koma og vera með okkur líka í bænastundinni og það er yndislegt að fá að taka þátt í starfinu þannig. En við skulum hefja stundin okkar hér með því að syngja sálmur númer 400. Guð gaf smyrsl í Gílead, númer 400. As you have promised in your word, where 2 or 3 or more gathered in your
dear Lord, stop all the noises that are disturbing us to focus on you. Thank you for the Holy Spirit that will quieten us and give us peace and understanding. In Jesus' name, amen. Þá verða teknir gjafir eins og við venjulega gerum hér í kirkjunni hjá okkur. Að þessu sinni rennur gjöfin til, ef við kallum það jólagjöf, til starfsins innanlands. Það eru ýmiss konar verkefni sem eru upphugsuð hjá stjórn kirkjunnar, að þetta rennur í gjafirna frá öllum söfnunum og renna þetta sérstaklega verkefni. Ég verð að viðurkenna að ég er ekki alveg klár á því hvert verkefni er þessu sinni, en oftast er það annaðhvort skólinn okkar eða þó í sérstakt boðunarverkefni, en allavega þetta rennur í sérstakt verkefni eins og er á þessum hvíldardegi. Og það er hægt að leggja inn peninga á posanum hjá okkur eða líka á netinu, en allavega það verður hjartans þakkir fyrir góða gjafir. Við skulum lúta höfði í bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir allar þínar góðu gjafir til okkar. Við njótum frá þinni hendi og biðjum þig að blessa þetta verkefni sem nú er í gangi og mun vera hrint í framkvæmd. Drottinn, við lofum þig og þökkum og biðjum í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að lesa ritningaversið sem er tekið úr Rómarbréfinu 8. kafla, það er versin 38-39. Við skulum vísa á fætur. Scripture reading, there are some English speaking. Scripture reading is taken from Romans, chapter 8, verses 38 to 39. I'll read that in Icelandic. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýpt, né nokkuð annað skapað, mun geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Amen. Skulum biðja saman. Himneski Faðir, við komum fram fyrir augliti þitt hér í dag til þess að þakka þér. Þakka þér fyrir undursamlega náð þína sem þú sýnir okkur. Þakka þér fyrir það að þú gafst okkur Jesúm Krist í þennan heim til þess að taka á sig synd heimsins, til þess að gefa líf sitt í dauðan okkar vegna, og það að hann reis upp á 3. degi og sigraði og braut hlekki dauðans og sigraði dauðan. Drottinn, allt þetta undursamlega verk sem þú vinnur fyrir okkur, við þökkum þér. Þakka þér fyrir þennan óumræðilega kærleika sem þú þannig sýnir okkur. Og svo kemur svo sterkt fram í þessum versum hér í Rómarbréfinu. Já, Drottinn, við lofum þig fyrir það og við leggjum alla hluti í þína hönd í þessum heimi. Það er svo margt í þessum heimi sem fer aflaga og er öðruvísi en við gjarnan vildum. Það er líka fagrir hlutir og góðir sem við njótum í heiminum, en við erum að biðja sérstaklega fyrir þeim sem þurfa á þér að halda, sérstaklega í örvinglan eða í sorg eða í aðskilnaði eða í erfileikum og einn eða annan hátt. Við leggjum það fólk í þína hönd alveg sérstaklega.
Það eru margir bara hér í okkar samfélagi sem eiga sárt að binda eða skortir bara til lífsviðurværis. Drottinn, vilt þú vera nálægur þeim og vilt þú hjálpa okkur líka að leggja eitthvað að mörkum til þess að hjálpa þeim sem sérstaklega þurfa á þér að halda. Mættum við ganga erinda þinna í þessum heimi til þess að vera til blessunar og til hjálpar. Við erum líka að hugsa svo marga í þessum stóra heimi sem líða og eiga sárt að binda. Hræðilegi hluti sem gerast víða í heiminum, við hrópum til þín, Drottinn, að koma og líkna þeim sem þurfa þér að halda, til að styðja og styrkja þá sem þurfa sérstaklega á hjálp að halda. Leggjum það fólk í þína hönd, Drottinn, biðjum fyrir ríkisstjórn okkar og starfinu hér bara, þjónustinni hér í okkar eigin landi. Leggjum alla hluti í þína hönd, Drottinn, og lofum þig og biðjum að þú komi brátt aftur til þessara jarðar eins og þú hefur lofað og eins og við erum svo fullviss að muni gerast, að þú komi hér til þess að skapa nýjan himinn og nýja jörð þar sem réttlæti býr. Já, Drottinn, við lofum þig og þökkum og biðjum í Jesú nafni. Amen. Nú ætlar hún Judell að segja barnasögu. Hvar eru börnin okkar? Þau eru hérna? Já, þarna er Judell. Gjörðu svo vel. Já, við komum bara hérna. Góðan vin. Cecilia. How? Okay, so I have a story for you about two best friends. Já. Já, auðvitað að vera með hljóðnema. Já, ég bara glemti líka. Okay. Já, það er hérna, þú ætlar að segja sögu Já. Two best friends. Tvo góða bestu vini. I will call them Max and Lily. Lily og Max heita þau, þessi vinir. So they loved playing together. Og þeim þótti gaman að leika sér saman. Sharing stories. Og voru að deila sögum með hvert öðru. And they like to play outside in the nature and og run. fannst gaman að hlaupa og út í náttúrunni. So one sunny day out in the garden, Einn sólríkan dag út í garði, they were playing. þá voru þau að leika sér. So Max's mom called them inside for a while. Og mamma Max kallaði þau til að koma inn In the kitchen. í eldhúsið. And the mom asked them, Max and Lily, do you want to have some snacks? Og svo spurði hún, viljið þið fá eitthvað bita, brauðbita? And then they said, sure, thank you. Já, og þá sögðu þau, jú, takk mamma. She gave them a cookie or something like this. Og þau fengu eitthvað svona eins og þetta, bara smá köku. And then Max started opening it. Og Max hann byrjaði að opna pakkan. And then he saw something. Og þá sá hann eitthvað utan á pakkanum. A date. The date. Og þá sá hann að það var dagsetning sett á pakkan. There. You see that? Can you read that? Getur þú lesið þetta? 12. 1. 25. Okay. So he asked, what does it mean? Og þá sagði, heyrðu, hvað þýðir þetta? And Lily said, Og Lily sagði, that is the date og það sagði, þetta er dagsetningin. that the food may not taste good anymore. Og þá eftir þennan dagsetningu þá mun maturinn ekki bragðast vel lengur. Or maybe you cannot eat it after, what is that again? 25th of January 2025. Og þá getur ekki borðað þetta eftir 25. janúar 25.
2025. Max started frowning. He has a frown on his face. Og þá var Max, hann gretti sig svolítið. And he asked, but what happens to the love we share? En hvað gerist með kærleikan sem við deilum með hvert öðru? Does it have an expiration date too? Það einhver dagsetning sem hann rennur út? Lily thought for a Og moment. Lili, hún pældi aðeins í því. I don't think so. Ég held ekki, sá hún. Love is special. Kærleikur er nefnilega svolítið sérstakur. It's more like a big, warm hug Það er eins og hérna faðmlag, svona stórt, hlýtt faðmlag that lasts forever. sem varir endalaust að eilífu. Even when we grow older Jafnvel þegar við verðum eldri or when things change. eða þegar allt breytist. So then that time, Dad's Max's dad came in En svo kom pappan hans Max inn and he asked, "What are you talking og hann about?" segi, hvað er það að tala um? And then Max pointed out to the expiration date in the box. Og þá var það að Max benti á þennan þessa dagsetningu hérna á kassanum. We were just wondering if love has an expiration date like Oh. these cookies. Og við vorum bara að pæli því getur verið að það sé svona dagsetning þegar kærleikurinn rennur út, alveg eins og með þessar smákökur hérna. So his dad said, "That's a very good question." Og pappi Max sagði, það er mjög góð spurning. You see, the father said, Já, pappin sagði, love is different from food. kærleikur, ást er svolítið öðruvísi heldur matur. While food can spoil, Það er þegar maturinn getur skemmst, love only grows stronger with time. að þá er kærleikur, hann bara eykst með tímanum. And in 1 Corinthians 13:8, Og í 8. versi í 13. kapla fyrra Korinthubréfs, it says that love never fails. að það stendur kærleikurinn, hann breytist aldrei, And that rennur aldrei means út. it's forever. Hann er endalaus. So do you believe that Cecilia and you will also be friends forever? Heldur þú að þú og Cecilia verði vinir bara alltaf? And that makes their friendship so important to Það them. gerir kærleikurinn, eða það gerir vináttuna svo mikilvæga fyrir það. And when they play around outside after that, Og þegar þau byrjuðu og héldu áfram að leika sér saman fyrir utan hús, they always say, love stays forever. og þá sögðu þau alltaf, kærleikurinn endist endalaust, Just like our friendship. alveg sem þessu vináttan okkar. So we have to be nice to our friends, we have to treat them well, Við verðum að vera góð við vini okkar og fara vel með þá, because love is special and it's forever. því að kærleikurinn er sérstakur og hann er endalaust. Okay, Takk innilega. you can have that tea and then you have some candies. If you want candies, but you have to ask me. Máttu fá sælgæti, þá gjörðu svo vel, smá And sælgæti. anybody who wants is also welcome. Og það er dæm fyrir alla. It's not Gjörðu svo. expired, it's really, Það really. er ekki expired, það er ekki runnið út á tíma en þá. Við ætlum að halda áfram að syngja sálm og það er sálmurinn nummer 343, Ég elska þig, Jesús. Ég
this is better, a little higher. Is it okay? Já, gjörðu svo. Thank you, Eric. Yes. Þetta nú. Happy Sabbath, everyone. Gleðilegan hvíldardag, öll. Today I want to share with you some reflections inspired by Anthony Ray Hinton's powerful memoir. Og mér langar til þess að deila með okkur hugsunum hérna eftir þennan mann, Anthony Ray Hintons. Yeah. The sun does shine. Sólin sem skín. And how it relates to the enduring nature of love. Og hvernig þetta tengist þessum endalausa kærleika. A love that does not expire. Kærleika sem rennur aldrei út á tíma. Even after the second coming of our Lord Jesus Christ. Jafnvel eftir endurkomu Jesú Krists. But before that, I'll give you a background story of Anthony Ray. En ég ætla fyrst að segja ykkur svolítið Anthony Ray. He was wrongfully convicted in 1985. Hann var dæmdur ranglega í 1985. Yes, for the murders of 2 fast food restaurant managers in Alabama. Að það voru það tveir skyndibitastaða menn sem unnu þar á skyndibitastað sem voru drepnir. The prosecution's case relied on flawed evidence and a poor defense. Og ákærendurnir þeir byggðu á röngum upplýsingum og vörnin var líka léleg. Because of that, he spent nearly 30 years on death row. Og vegna þessa þá var hann dæmdur til dauða og satt á dauðabekk í 30 ár. Maintaining his innocence throughout. En hann auðvitað hélt fram sínu sakleysi allan þennan tíma. But in 2015, en í 2015, the U.S. Supreme Court ruled that Hinton's original defense was ineffective. Og þá var það hann að Hæstiréttur í Bandaríkjunum komst að því að þetta væri röng niðurstaða hjá þeim. Leading to a re-examination of his case. Og þá var hans mál tekið upp að nýju. In 2016, after the state dropped all charges against him, og þegar svo 2016 öllum ákæru voru felldar niður hjá honum, gagnvart honum, Hinton was finally released from prison. Að þá komst Hinton úr fangelsinu. After his release, he became an advocate for criminal justice reform. Og þá, eftir það, þá byrjaði hann að vinna með að endurskipuleggja fangavist fanga. Sharing his story to raise awareness about wrongful convictions and racial injustice. Og þá að reyna að fá fólk til að endurskoða þetta með dvöl í fangelsi og líka gegn misrétti what do you say? Racial injustice. Hvað kallar maður það? Kynþátta misrétti. So Hinton authored the book The Sun That Shine, dealing his experiences and the hope he held during his ordeal. Og þessi bók The Sun That Shines, eða sólin sem skín, það fjallar þetta misrétti sem var átt sér stað í hans eigin lífi. So that was a summary of his story. Þetta kannski bara niðurstaðan í svona aðalmálin í hans eigin sögu. For short, he was wrongfully convicted. Og hann var dæmdur ranglega. But the most important are the lessons that I would like to share with you in his story. En það mikilvægasta það sem ég langar til að deila með ykkur í hans eigin sögu. Firstly is the resiliency of the human spirit. Og fyrst þessi segla í manns andanum. So while Anthony Ray Hinton spent 30 years on death row for a crime he did not commit, og þegar svo Anthony Ray hann var í dauða
bekknum í 30 ár fyrir eitthvað sem hann hafði ekki gert. His journey through despair, injustice, and hope. Og þá í journey through. The journey, Já, his og life þá journey. vegferð hans í gegnum þetta ógnir í lífi hans And hope. og þá von sem hann átti sem bjó í brjósti hans. Is a profound testimony to the resilience of the human Og spirit. það stórkostlegu vitnisburður hennar seglu og þrautsegju sem að finna í mannsandanum. In his book, it describes the weight of isolation and fear. Og í sögunni þá að tala þetta hvað þungan í þessari einmanaleika og ótta sem að finna hann fann hjá sér. Yet he also speaks of the light that love can bring into the darkest of places. Og svo hann líka að tala hvað kærleikurinn getur beint ljósi í myrkustu afkima sálarinnar. And Hinton's story echoes the biblical principles found in Romans 8:38-39 that we read this morning. Og þetta endurspegla þessa stórkostlegu boðskap sem að finna þarna í Rómverjabréfinu 8:38-39 sem vorum að lesa áðan. And this love is unwavering and eternal. Og þessi kærleikur eilífur og stenst eilíflega. And it shines brightly even when our circumstances are bleak. Og þetta skýrum ljóma jafnvel þegar erfiðleikarnir steðja að okkur. Secondly, Númer 2, the nature of love. eðli kærleikans. The central theme of the scripture is love. Miðlægt efni Biblíunar allar kærleikur. And it echoes in his life story as well. Og þetta kemur fram skýrt í sögu í Reis. His love he found love in the letters from his mother. Hann fann kærleika í bréfum móður sinnar. In the friendships he formed with fellow inmates. Og líka í vináttu sem hann fann og eignaðist með öðrum föngum. And in his faith that sustained him. Og líka í trúnni sem styrkti hann. So this love transcended the prison walls and time itself. Og þessi kærleikur komst í gegnum jafnvel veggi fangelsisins. I would like to read, if you will allow me, if I have enough time, I would like to share the 1 Corinthians 13, and I would like you to just feel the importance of love chapter in the Bible. Og mér langar til þess að deila með ykkur, við höfum tíma, 13. kaplanum í fyrra Korinthubréfi. As I read in English, and then Eric, you'll read afterwards in Og Irish. svo les ég þetta á íslensku eftir að Judel lesa á ensku. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues,
they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. For now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Now, these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfur og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekkingu, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, þá væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor í mólum og spádómur vor í mólum, en þegar hið fullkomna kemur líður það undir lok sem í mólum. Og þegar ég var barn, talaði ég eins og barn og hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðinn fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapinn. Nú kemur sér vel, nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekktur eins og ég sjálfur gjörþekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. In verse 8 that says love never fails. Í 8. versum stendur kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. It reminds us that while many things in life may have an expiration date, Það minnir okkur á að þá sé eitthvað sem rennur út í þessum heimi, for example, happiness, eins og til dæmis gleði eða hamingja, possessions, eða eignir, and even relationships. og jafnvel samband okkar við aðra, Love is timeless. að þá kærleikurinn tímalaus. It is the thread that weaves through our lives, Að það eins og þráður sem vefur sig í gegnum líf okkar connecting us, each other, og tengir okkur and to God. og tengir okkur við Guð. And I would like to emphasize as well in verse 13 Og svo langar mig til að benda líka á í 13. versinu that says three remain: að það þrennt sem varir, faith, hope, and love. og það trú, von og kærleikur. But the greatest of these is love. En stærstur þessara kærleikurinn. So when Jesus comes, Svo þegar Jesus kemur, hope and faith og von
og trú will no longer be needed as they have an expiration date. verða ekki endalaus áfram vegna þess að þau hafa eins konar dag þar sem þeir renna út. Only love is the greatest Það kærleikurinn sem endalaus. because love will endure forever, Því að for eternity. kærleikurinn hefur eilífða gildi. Amen. Amen. The third point, Þriðja atriði, love in the face of adversity. kærleikur andspænis erfiðleikum. Hinton's experience illustrates how love can thrive even in adversity. Og Hintons reynsla hans bendir á það að kærleikur getur haldið áfram þrátt fyrir vandræði og erfiðleika. He faced unimaginable trials, Hann stóð andspænis ótrúlega miklum erfiðleikum. yet he chose to respond with love. En samt brást hann við, hann valdi að bregðast við með kærleika. He forgave those who wronged him Og hann fyrirgaf þeim sem komu illa fram við hann. and found ways to uplift others in similar situations. Og hann fann leið til þess að lyfta öðrum upp sem voru í sömu kringumstæðum og hann. This mirrors the teachings of Jesus, Og þetta auðvitað endurspeglar bara viðhorf Jesú Krist who called us to love our enemies sem bað okkur að elska jafnvel óvin okkar and pray for those who persecute us. og biðja fyrir þeim sem ofsækja okkur. Love is an act of resistance against despair. Og kærleikurinn eins konar viðbrögð og andspyrna gegn ótta og erfiðleikum. It shines like a beacon of hope. Hún skín eins og viti sem skín út ljósi og von. Reminding us that we are never alone. Og minnir okkur að við erum aldrei ein. So in our own lives, Svo í lífi okkar we may face challenges, þá getum við horft í augu við erfiðleika, loss, missi betrayal, eða eitthvað sem svíkur okkur or uncertainty. eða óöryggi. Remember, there is an expiration date of those. Munið að það dagur þegar þetta tímabil, þegar þetta rennur út. But love invites us to rise above our circumstances. En kærleikurinn biður okkur að rísa og lyfta okkur upp yfir kringumstæður okkar And to reflect the light of Christ. og endurspegla líf og ljós Jesú Krists. And fourthly, Og númer 4, as we look forward to the second coming of our Lord Jesus ef Christ, við horfum fram til endurkomu Jesú Krists, we are reminded that love will endure. að þá erum við minnt á að kærleikurinn hann viðhelst. In Revelation 21:4, Í Åpenbarnabókinni 21. kapla we are 4. versi we are promised a future without pain or sorrow. að þá erum okkur lofuð framtíð án sorgar eða þjáningar. Where God will wipe away every tear from our Það eyes. sem Guð munu þurrka burt tár augna okkar. This is the ultimate fulfillment of love. Þetta uppfyllingin, endanlega uppfylling kærleikans. The restoration of our relationship with God Að bygging kærleika og tengsla okkar við Guð and with one another. og við hvort annan. Hinton's story serves as a reminder that even in the darkest moments, Og þessi saga hans Hintons, hún minnir okkur á að jafnvel í erfiðustu kringumstæðum okkar, we can choose to love þá getum við valið að elska and to let love shine through us. og látið kærleikan endurspeglast og skína í gegnum okkur. This love is not just for ourselves, Þessi kærleikur ekki bara fyrir okkur sjálf, it is for others, heldur fyrir aðra, for our church, fyrir söfnuðin okkar, for our communities, fyrir okkar samfélag and for the world. og fyrir heiminn. So what are the practical applications into this? Og hvað það sem við getum tekið með okkur í tengslum við þetta? So how do we practically apply the timeless love in our daily lives? Hvernig getum við nýtt okkur þennan kærleika, tímalausa kærleika í líf okkar? This is a work in progress for all of us, for Þetta sure. eitthvað sem verk sem við erum stöðulega að vinna við í líf okkar. Until Jesus comes. Þangað til að Jesús kemur.
First is to cultivate relationships. Fyrir það fyrsta að vinna að og hlúa að samfélagi, sambandum. We reach out to those who are isolated or struggling. Við réttum út hendina til þeirra sem eru einangraðir eða í erfiðleikum kringumstæðum. Maybe write a letter or text to make a phone call, Og við skrifum bréf eða við hringjum or simply spend time with someone who needs it. eða bara eyðum tíma með einhverjum sem þarf á því að halda sérstaklega. Secondly, Númer 2, practice forgiveness. að sýna fyrirgefningu. Just as Hinton forgave those who wronged him, Alveg eins og Hinton fyrirgaf þeim sem komu illa fram við hann, we are called to let go of grudges, að þá erum við kölluð til þess að sleppa þessum neikvæðu hugsunum í garð annara and extend grace to others. og sýna náð og miskunn öðrum. And this is where true love shines. Og þannig endur sig á skín sannur kærleikur. Thirdly, Númer 3, share your story. deildu söguðinni með öðrum. Like Hinton, he shared his experiences of love and resilience. Og eins og með Hinton sem dreifði þessum sögum og frásögnum sínum með öðrum. Your testimony can inspire others Og vitnisburður þinn hvetur aðra and bring hope to those who feel lost. og gefur von þeim sem finnast þeir vonlausir. Live with hope. Lifðu með voninni, Which is the last one. sem við síðasta atriði í þessu, Keep your eyes fixed on the promise of God's love. og einblíndu á kærleika Guðs. Which will never expire. Kærleika Guðs sem aldrei rennur út. Let this hope fuel your actions and your relationships. Láttu þetta von gefa þig orku í lífið þínu og í framkvæmdum þínu. So in closing, Og í lokin, let us remember that love is the greatest gift we can offer ourselves and others. munum að kærleikur er það stórkostlegasta gjöf sem við getum veitt okkur sjálfum og öðrum. It's free. Það kostar ekki neitt. As we reflect on Anthony Ray Hinton's journey Og þegar við svo skoðum sögu þessa fanga and the profound lessons from his life, og stórkostlegu djúpu sannleiksatriði sem við uppgötvum í lífi hans, let us commit to being vessels of love in a world that desperately needs it. reynum þá að vera þessi ílát kærleika til heimsins sem þarf svo gríðarlega mikið á því að halda. With God's help, Með hjálp Guðs may our love shine brightly, megi kærleikur okkar skína skýrt illuminating the path for others, og til þess að lýsa upp götuna fyrir aðra einstaklinga. and may we be always reminded that love Og megum anchored við, in Christ knows no expiration date. og munum að kærleikur Krists og í kærleikur í anda Krists aldrei eitthvað sem rennur út. Let's pray. Biðjum. Our Heavenly Father, thank you for the gift of your everlasting love. Himneski Faðir, þökkum þér fyrir gjöf eilífs kærleika sem þú gefur okkur. Help us to embody this love in our lives. Mætti þessi kærleikur finna bólstað í okkar lífi, Sharing it with everyone we meet. að þannig að við getum deilt honum með hverjum einum sem við hittum. May we find strength in the stories of those who have suffered yet continued to love. Megum við finna styrk í lífi þeirra og frásögn þeirra einstaklinga sem hafa farið gegnum erfiðleika en samt sýnt kærleika. As we await the return of your Son, Og ef við nú bíðum þess og væntum þess að þú komir aftur, Jesús, may we shine brightly, mættum við þá skína skært reflecting your love to a world in need. og endurspegla í kærleika þinn heimi sem þarf á því að halda. In Jesus' name we pray. Í Jesú nafni bíðum við. Amen. Amen.
Þá ætlum við að syngja loka sálminn okkar og hann er númer 181, Ó ást sem faðmar allt. 181. Júdal kemur hér og mun lesa fyrir okkur blessunarorðin, þá ætla ég að þakka ykkur öllum hjartanlega fyrir komuna hér í dag. Yndislegt að vera með ykkur. Kristína, þakka þér innilega fyrir undirleik og textir sem er með útsendinguna. Hjartans þakkir. Sóley sem hefur staðið vaktina hér með að taka á móti öllum og hjartans þakkir til ykkar allra og auðvitað umfram allt ykkur sem eru hér og þeir sem fylgjast með okkur í gegnum útsendinguna. Við munum svo hér á eftir líka ganga til á eftir og fá okkur brauðbita, þannig að við getum átt samfélag með hvert öðru og sýnt hver öðru óendanlegan kærleika sem aldrei rennur út. Júdal, gjörðu svo vel. Rísa á fætur, já. Let's pray. Drottinn blessi þig og varðveita þig. Drottinn láti sína sjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.